Það er mála. Jæja. Þá erum við komin í loftið, sko. Þá var þetta allt saman. Hér, sko. Það held ég. Er ekki? Er það ekki bara? Jæja, gott fólk. Þetta er svona blandaður viðburður, þannig að við tengjum okkur hér þvert yfir jökulinn og síðan erum við hér nokkur í sal á Skriðuklaustri og svo sýnast mér að vera tínast inn á útsendinguna, inn á YouTube-brásinni hjá okkur. Og það er kannski, já, Darri, þú getur nú kannski haft svo opið, þannig að það er option nefnilega inn á YouTube að menn geta sett þar inn í sjálfu sér spurningu, sko. Það er opið á kommentin á YouTube, þannig að menn geta komið spurningu að þar á eftir eitthvað er. Og þannig að við getum svona fylgst með því. En það, náttúrulega maður byrjar á því óska konum til hamingju með daginn. Við erum sloppin úr þorranum sem að kveður nú svo sem heldur kuldalega. Vantar ekkert upp á það. En hér í dag ætlum við að vera með lítið málþing menningararfinn og það er svona tvennt sem að verður hér drepið á eða svo sem farið víðan völlu, þetta eflaust líka eins og okkur er von að vísa, okkar hér á Skriðuklaustri og þeir á Hala. En Þorbjörg og Fjölnir á Hala hjá Þórbergssetri og þau ætla að segja okkur svolítið fá skemmtilegu verkefni sem að eru búsetuminjar í Suðursveit og þar sem að þau hafa verið að vinna Þórbergssetur með menningarmiðstöðinni á Hornafjarðar. Síðustu svona, eiginlega bara í kófinu aðalega og þar sem sagt er verið að fara á þessa staði og leita uppi minjar og rústir og skrásetja það og þetta er síðan komið inn á glæsilega vefsíðu hjá þeim líka. Og eftir að þau hafa lokið sínu erindi að þá mun ég segja ykkur svolítið frá því sem við höfum verið að stússa svona í svipuðum efnum hér á Skriðuklaustri og allt Austurland sem að tengist á fyrst og fremst klaustursögunni og öllum þeim jörðum sem að Skriðuklaustur átti sem að við höfum líka svona verið að reyna og eða erum önnum kafin við að skrásetja með einum öðrum hætti. En ég sýnist að það sé allt bara gott á alnettinu í þessu, þannig að og við erum hér svona með þetta, með ykkur hér upp á skjá, Fjölnir og Þorbjörg og allir bara, við förum ekki bara, við bjóðum ykkur náttúrulega hjartanlega velkomin hér í stofuna, það verðst að geta ekki boðið ykkur upp á kaffi á eftir. En bara gjörðu þið svo vel, sendi boltan, suður yfir jökul. Sjáum hvort að tæknin helst ekki í lagi. Þarna er komin skærmurinn inn, er það ekki? Já, þetta er allt að gera sig hérna. Og ég, yes. Okkur og við sjáum þetta bara ljómandi vel. Ok. Já. Þá byrja ég að taka upp, sko. Já, það kom það merki. Heyrðu, já, góðan dag, góðir áheyrendur nær og fjær. Það er svolítið skrítið að vera orðin svona hálfgerð sjónvarpsstjarna hérna allt í einu. En svona nú tæknin að færa okkur áfram og jafn gott að ég þurfti ekki að leggja í langt ferðalag eins og forfeður okkar eða hérna í gamla daga þegar þeir voru að fara hér á
hörðum vetrum yfir jökul. Það hefði nú ekki verið eins langt í dag en við lögðum semst ekki í ferðalag. Ég heiti Þorbjörg Arnarsdóttir og forstöðumaður Þórbergsseturs og við Fjölnir ætlum að kynna hérna verkefni sem við erum að vinna að eins og Skúli var að lýsa síðustu 2 árin. Ef við horfum á þessa mynd þarna þá þar sjáum við þarna Hálsahöfn. Það er höfnin sem var fyrir miðju Suðursveitar og fljótsdælingar komu hér yfir jökul til þess að veiða þorsk og á árum áður, á öldum áður, en þær ferðir lögðust niður 1573 þegar mikið sjóslys varð við Hálsa. Og við sjáum þarna efst uppi, ég veit ekki hvort ég sjá örina, jú, þar sjáum við sem sagt Hálsatind og svo Staðardal þar sem að þeir komu niður. Og það hljóta nú að hafa verið miklar svaðir farir. Markmið Þórbergssetur, eitt af 3 markmiðum í verkefnum Þórbergssetur sem sett voru í upphafi, var að efla fræðastörf, þar að segja sem tengjast á söfnun og skráningu menningarminja í Suðursveit og jafnvel í héraðinu öllu. Og við höfum sem sagt haft mikinn áhuga alltaf á skráningu menningarminja í landslagi. Það hefur heillað okkur mjög og það hefur lítið verið skráð hvað þetta varðar hér í Skaftafells-sýslu samanborið við önnur landsvæði. Og okkur finnst því mikilvægt núna á tímum svona hraðra samfélagsbreytinga að kalla fram og varðveita sögur liðins tíma og þá leið minjar sem að nú eru eiginlega orðnar hluti af landslagi okkar. Það er að segja menningar landslagi. Og það er gaman að fara og skoða grónar rústir og það er birta okkur sögur og töfra liðins tíma á sinn hátt. Þórbergur kallaði þetta nú svo fallega að hlusta á nið aldanna, ef maður settist niður við tóttarbrot og þá birtast okkur náttúrulega líka leið, horfnir atvinnuhættir og lífsbarátta forfeðra okkar sem að bjuggu við þessar ótrúlegu aðstæður, jafnvel óhugnanlegar aðstæður finnst okkur í dag. Og nær óskiljanlegt hvernig fólk komst af við þessar aðstæður ríktu í samfélaginu hér á öldum áður við frumstæð skilyrði í húsakynnum og atvinnuháttum. Nú, hér í Suðursveit er náttúrulega sést að okkar sambýlið við jökulinn, jökulárnar sem flæmdust og hér var fólk að flytja á milli, bjó stutt á hverjum stað vegna erfiðra náttúru aðstæðna. Og svo er hérna sérstaðan líka, það er hafnleysið, samt var verið að sækja sjóinn, því eftir að Hálsahöfn lagðist niður þá var bara róið hér frá sandinum. Og okkur langar til þess að tryggja að eitthvað af þessari þekkingu varðveitist, ekki síst vegna þeirra öru samfélagsbreytinga sem við horfum fram á núna, nánast byltingu, bæði í búsetu og atvinnuháttum til sveita. Og við viljum setja efnið fram með nútímatækni og miðla þannig til komandi kynslóða því sem að við kannski höfum eða okkur ber skylda til að skrá. Þessi kynslóð núna, nú erum við að eldast og okkur ber skylda til að skrá og miðla frá liðinni tíð. En nú að verkefninu hafa unnið auk okkar Fjölnis, Sigríður Guðný Björgvinsdóttir landfræðingur. Hún er líka núna orðin fornleifafræðinemi og svo Anna Soffía Ingólfsdóttir, ungur fornleifafræðinemi og héraði sem var með okkur fyrsta sumarið. Og í myndatöku hafa verið Kristinn Heiðar Fjölnisson og svo hönnuðir Heiðar Sigurðsson og Tim Junge sem að hönnuðu sem sagt bæði sýningu sem sett var upp og svo vefsíðuna. En hvaða minjar eru það nú sem við finnum í landslaginu? Við fórum í heimildir svolítið í byrjun og það er eftirtektarvert hvað maður finnur. Það er nú ekki margar setningar en þær gefa okkur samt vísbendingar í þá átt að hér hafi verið mjög frumstæðar byggingar og frumstætt samfélag eins og við svo sem vissum
Sveinn Pálsson hér á ferð 1793-94. Hann segir bæirnir í Hornafjörði ekki annað en, og sé þetta ekki fyrir, ekki annað en hrörlegir kofar. Daniel Brún sem á ferð hér 1902-1903, við bjuggum í Músarhólum, sagði einhver gamall maður við hann. Og Sveinn Pálsson segir líka ekki gefa menn hér það hafa venjuleg fjárhús, heldur aðeins borgir, því að fé aldrei gefið að tekið á hús nema lömbin aðeins. Og í ferðabók Eggerts og Bjarna 1756, það segir útigöngu fé heft við í hellum og fjárborgir kallast strýtulega skýli hlaðin úr torfiðagrjóti. Eru þau kringlóta lögun og dyr niður við jörðu en í toppi borgarinnar gat eða ljóri. Dálítið síðar Þorvaldur Thoroddsen auðvitað hér á ferð 1894 og hann segir eftir bónda í Lóni árið 1837 var ekkert fjárhús í Staðarfellsá. Menn notuðu byrgi eða byggðu fyrir hellisskúta. En Daniel Brún segir nú að þetta sé nú betra, þarna 1902, nú víðast hvar hús handa öllum fénaði. Það ekki nema mannsaldur síðan byrjað var að byggja fjárhús í Skaftafellssýslu. Þarna sjáum við nú að húsakynni eða tóttir sem við erum að finna út víðan völl, það svo sem ekki líklegt að þær séu fyrir búfénað. Þannig að ýmislegt nú undarlegt í þessu og lítil vitneskja, við erum búin að reka okkur á það, og finna ýmislegt sem lítil sem engin vitneskja og kannski erum við of seint á ferðinni. En við ætluðum upphaflega að einskorða okkur við eyðibýli, en mjög fljótt þá kom það í ljós að það var svo mikið af öðrum merkum minjum sem okkur fannst líka ástæða til þess að taka með. Og við fórum að reyna að flokka þessar minjar og ég ætla að fjalla hérna náttúrulega svolítið meira eyðibýlin, en fjárborgir, þessar borgir sem ég var að vísa í áðan í tilvitnunum, þær erum við að finna alla sveit og það kom okkur á óvart. Alls staðar þar sem eru örnefni sem benda til að séu borgir, þar höfum við fundið minjar, ævafornar án efa. Og þessi mynd hérna, hún hérna úr rétt austan við okkur, úr hérna láglendi neðan við Kálfafell, og þar þetta örnefni, fornu borgir. Það eru sárafáir sem vita nokkuð þetta í raun. Heimildir hafa fundist aðeins í einni bók sauðahús, Þórðar á Kálfafelli, þar sem sauðamennirnir höfðust við í Knútsbil 7. janúar 1886, af því að það var svo vont veður, þeir komust ekki heim. Og hér má sjá einmitt margar af þessum minjum sem við höfum verið að rekast á, það sé margar af þessum flokkum. Elstar eru fjárborgirnar og þær eru hér 3, efst, og eru án efa elstar, og ég held að hafi verið ein hérna neðar svo líka, já. Síðan eru sauðahúsin sem ég minntist á, og svo ýmsar aðrar minjar, og þið sjáuð að hér líka mikill garður. Og trúlega hérna einhvers staðar rétt, við vitum það ekki. Og svo eru víða sel í örnefnum, seljaörnefni, og stekkatún víða í örnefnum og kvíar. Og við höfum svona getið okkur til að þetta hérna sem marghólfa, það geti hugsanlega verið annaðhvort sel eða stekkatún eða kvíar, það utan við garðinn, en slægjurnar voru sem sagt hér allt í kringum þessar minjar hér. Og þær hvert stykki hafði nafn, fornu borgar eða borgarskipti eða fornu borgarskipti til dæmis þarna. Nú svo fundum við til fjallahella, eins og vísað var í áðan, fjárskjól, ekrur, fundum við fyrir ofan hús alltaf, þá þessi fyrir ofan bæina, þá þetta örnefni ekra,
Og svo fundum við undarlega litlar hleðslur víða, það eru svokölluð skotbyrgi og svo lítil naust niður við sjóinn. Nú, ég ætla aðeins að leiða ykkur sem sagt í ferðalag Suðursveit og bara rétt til þess að minna á vefinn sem búsetuminjar.is, þar Suðursveit flokkuð í 4 byggðahverfi. Og þetta ekki tilviljun, þetta eru forn byggðahverfi sem höfðu sitt nafn. Hér eru sunnansandabæir, vestasti bærinn Fell, sem verður fjallað meira á eftir. Austasti bærinn þar voru Steinar og þið sjáu það eru engin nöfn frá nútíma hér. Hér síðan kemur Kálfafellsstaður hér með kirkjujörðinni og það miðþorp. Og þar eru mjög margar hjáleigur Kálfafellsstaðar sem verður líka farið betur í á eftir, hellar og fleiri. Þá það Borgarhöfn og úti fyrir Borgarhöfn Bjarnarhraunssandur og þaðan var róið eftir að Hálsahöfn lagðist af, sem jú mjög snemma. Og Staðardalurinn, hann sem sagt hér innaf og Hálsatindur og svo jökullinn hér. Austasta hér var mjög margbýlt, ég kem að því síðar. Mikið af þessum bílum var byggt í kringum sjósókn frá Bjarnarhraunsandi, en austasta byggðarlagið Mörk. Og þar austasta bílið í Suðursveit, Sævarhólar út við sjóinn, neðan vegar, ofan vegar á leið inn að Heinabergsjökli svo rústir af eyðibýlinu Austurlandi eða Ási. Og þá við svona aðeins búin að staðsetja okkur og bílinn sunnan við Sand, ég ætla ekki að stoppa lengi hér við. Það verður farið betur yfir Fell á eftir, en Steinar hérna rétt við þjóðveginn. Ef ykkur langar nú að skreppa og hlusta á niðaldana í Suðursveit, þá kjörið að fara hér út af, það afleggjari hér litlu lengra og rölta hér hér eru ótal minjar. Þessi jörð fer í eyði 1829 og þið sjáu nú grjótið hér í kring, ekki hefur þetta nú verið árennilegt, enda fór hún í eyði vegna hraps úr fjallinu og mikils flóðs sem kom hér í rigningarkasti í ágústmánuði 1829 og þá flyst bærinn að Sléttaleiti sem líka alveg við þjóðveginn, þetta undarlega nafn Sléttaleiti sem enginn skilur nú í, það stendur í brattri fjallshlíð. Nú fornbýli 2 hefur Fjölnir fundið sem búið að kanna aðeins og bendir til að þar séu bíli sem æva gömul allt frá landnámstíð Vindásbíli. Nú með þorp, hér sjáum við heima Kálfafellsstað, þar sem kirkjan vegurinn liggur hérna og elstu hjáleigurnar þar hérna taldar upp fyrst, sjást engin ummerki svíra eða stöður. Utra á hellar hérna, það verður farið betur í það eftir. Og svo við búin að finna þarna óþekktar rústir og ytri hóll þarna líka með óþekktar rústir. Þið sjáuð að þarna bíli sem mjög stutt í byggð. Þetta mikið af þessu fólk sem fékk að byggja sem leigulíðar hjá séra Þorsteini Einarssyni, presti á Kálfafellsstað. En hann var mikið að reyna að efla útgerð í Suðursveit. Og þá ætlaði fólkið að lifa meira og minna af fiski. En þetta voru hörð kjör. Og þá það Borgarhöfn með öll sín eyðibýli. Halldóra Gunnarsdóttir frá Vaksstöðum sagði mér að okkur hefði mest verið byggð í Borgarhöfn 15 bíli. Og þá var það talið bíli þar sem var eldstæði. Og þessi bíli voru kölluð húsmannsbíli. Það þýddi þar bjó kannski einn eða 2 fjölskyldumeðlimir og var svona fólk sem að lifði örugglega, var ekki með neitt búskap, en reyndi að fleyta fram lífinu á sjómennsku eða var með kannski 1-2 kindur eða eitthvað því líkt. Þetta hérna Hellurhraun
sem neðan þjóðvegar, en við sjáum hér upp undir fellið og þar eru mjög mörg býli sem og sérstakar rústir sem mjög gaman að ganga og skoða. Og þá það mörkin, það austast í Suðursveit. Eftirtektavert hér Nýpur sem fer í eyði, takið eftir 1753, en enga síður sjást svona greinilega tóktir enn. Við vorum hissa hvað þetta var greinilegt og hvað var miklar minjar hér á þessu svæði. Sævarhólar sem austast, þeir eru hérna alveg út við fjöruna, ég minntist á áðan, og svo eru býli hér upp til fjalla, Skálafellssel og Austurland sem voru stutt í byggð, og svo var Ekran og Smyrlabjörgun sem við eigum reyndar eftir að fá betri upplýsingar Daniel Brún segir í verkum sínum, eða bók sinni, að einkennandi fyrir byggð eða búsetu í Skaftafellssýslum, austur Skaftafellssýslu, séu hin svokölluðu byggðahverfi. Og þarna ég nú búin að telja upp nokkur. Og hann tekur sem dæmi Hnappavell í Öræfum, þar sem hann sagði að væri 100 rústir, 100 byggingar, 8 býli og eitthvað nálægt 100 byggingum í túninu. Hann nefnir líka Kálfafell og þetta túnið á Kálfafelli, það sem búið ennþá. Og við erum ekki búin að held ég merkja hér alveg allar rústirnar, allavega eru einhverjir garðar og eitthvað því líkt eftir. Engu að síður erum við með tölu þarna á yfir 30 rústum. Og ég hef nú sagt að fara að þarna þetta, hérna var ekki búið að umbylta neinu, þetta svona í skrifunni, að þetta sé svona í raun og veru bara minjasafn minjasafn með gömlum rústum sem getur verið gaman að skoða. Nú þetta nú inn í túni og við höfum ekki haldið þessu neitt á lofti að öðru leyti en mér finnst þetta merkilegt sem tengist þessu byggðahverfi með fjölda húsa. Og í einni af þessari tótt, Pálmatótt, bjó ein búi síðustu ár ævi sinnar. Frá því sagt inn á vefnum búsetuminjar.is einmitt undir heitinu Pálmatótt. Og ef við förum aftur þarna niður í Kálfafellslandið, bara til að sýna ykkur fjölda byggingana, þá semst Fornuborgir, þetta loftmynd frá teikningunni sem áðan. Og sjáu þið hvað loftmyndirnar sýna þetta raun og veru vel. Við tekjum með dróna. Hérna borgirnar, fornu borgirnar að ég vil meina. Ein hér greinilega, hér þessi mikli garður. Hérna sauðahúsin hans Þórðar á Kálfafelli. Og hérna svo þetta sem við vitum ekki hvað en getum okkur til að sé einhvers konar stekkur, sel kannski. Því að örnefnin sel líka niður á sléttlendi í Skaftafellssýslu. Fjölnir kemur kannski betur inn á það á eftir. Ég ætla aðeins að fara með ykkur að Sævarhólum sem austasta jörðin í Suðursveit. Út við sjó, þar erfitt að sjá orðið nokkrar rústir, þetta mjög sandorpið, það mikið sandfok þarna frá fjörunni. Þarna var sem sagt, af því að þarna var byggð býli alveg, það vitað alveg að fólk bjó þarna frá 1703, manntalið 1703. Einhver ár samt fór þetta í eyði vegna ágangsvatna. Heinabergsvatnin voru þarna mjög ágeng og hér sem sagt má sjá svona ógreinilega tóttir. En þar upp í landinu fundum við minjaheild, alveg ekkert ólíka og frá Fornuborgum, með greinilega sem sagt með minjar frá mismunandi tímabilum. Og nú erum við öll farin að þekkja fjárborgirnar. Þessar hlaðnar bara úr torfi og eins niður í Fornuborgarlandi. Nú svo sauðahús hér, heilmikið sauðahús og sjálfsagt heygarðar hér við, engjarnar alltaf í kringum. Og það þýðir það að heyið var ekkert flutt heim að bæjunum, heldur bara
voru í raun og veru, var fénu skýlt úti á engjónum á veturnar og þar var náttúrulega vetrarbeiti. Og það svo merkilegt með þessar fjárborgir, þær voru yfirleitt ekki í skjóli, þær voru yfirleitt, og við finnum þær yfirleitt áveðurs. Þorsteinn Guðmundsson segir í byggðasögunni, fé var gefið á skalla, sem þýddi það að það var bara gefið á jörðina og auðvitað hefur ekki verið gott ef fenti að fjárborgunum og þess vegna hafa þeir sennilega hafa það svona áveðurs. En svo var auðvitað fellir í hörðum vetrum og dæmi það er 1882. En þetta náttúrulega eru svo ólíkir búskaparhættir en sem hugsast getur. Það var bara sett á og svo var bara vonast til þess að veturinn yrði ekki harður og féð myndi lifa af. Og hérna má sjá að þetta er engin smá mannvirki. Þessar tóttir í Sævarhólum. Það er svo skemmtilegt að það hafa varðveist æviminningar Guðna Jónssonar frá Sævarhólum. Hann er fæddur 1878 á þessum stað. Og hann segir í þessum æviminningum sínum að oft þurfti nú að vaða vötnin. Það þurfti að fara að sækja kýr og hesta eða kindur, kvíaær og smala þeim. Og hann segir, það var orðin regla mín að vaða berfættur, jafnvel eins þó ísilagt væri á haustin. Því þá gat ég gengið þurr í mínum skóblöðrum, íslenskum og hitnaði þá fljótt. Dofnir voru fætur að jafnaði þegar komið var yfir þessi jökulvötn, grágul, leirblandin frá jöklinum, straumþung, blaut í botnaframburði, leirmauk svo skepnur sátu fastar í ef út af var farið braut sem troðin var. Og það var ekki sársaukalaust að hlaupa aurinn til að fá lit í hörundið, en það var eina leiðin að hlaupa þá berfættur. Og svo segir hann síðasta veturinn sem búið var á Sævarhólum, þá gengu á ofsa norðan stórviðri. Fauk grjóthá svo mikið á land úr Skálafellsaurum að aftók allan jarðveg og var bara flag eftir. Þannig að harðbýlt hefur nú verið innan jökulvötnin og við myndum nú engan skala undra þó að þau hafi svo flutt frá Sævarhólum og þar með fjallbyggð þar niður. Nú, ég ætla nú ekki að lengja þetta mikið en ég er búin að sýna ykkur margar fjárborgir og svo þegar við komum hér sunnan við Steinasand, þá eru þær byggðar úr steinum. Og Þórbergur talar í bók sinni, Steinarnir tala, þá talar hann hvað sé gaman að fara að fjárborginni í Borgarhvammi og takið eftir Borgarhvammur, það er örnefnið sem tengist fjárborginni. Ég nam þar oft staðar þegar leið mín lá þarna og virti borgina fyrir mér og hugsaði hana. Mér fannst þetta karlmannlegt mannvirki. Það var orðið ellilegt og það var farið að hrörna. Og sumir steinarnir voru fundir úr borgarveggjunum og lágu tilgangslausir niður í grasigróinni tóttinni. Hverjir hafa þá hlaðið þessum steinum? Hvað hétu þeir? Hvenær lifðu þeir? Hvernig allir hafi litið út? Og hvað voru þeir að tala meðan þeir voru að byggja borgina? Kannski einhver mikilvæg lífssannindi sem nú eru gleymd. Kannski hafa þeir ekki þekkt, kannski hafa þeir þekkt takmark lífsins, þó að nú sé það týnt. Eða voru þeir kannski bara að tala Horfellin í Suðursveit. Og þetta er svolítið skemmtilegt einmitt og tengist þeirri hugsun hjá Þórbergi að allt í náttúrunni sé með lífi og það sé hægt að lesa og hlusta út í náttúrunni og njóta. Og það er mjög gaman að koma að fjárborginni hérna upp í Borgarhvammi. Þetta er geysi mikið mannvirki og hann segir hún er ævaforn.
og hann náttúrulega fæddur 1888 og í huga hans hún sem sagt ævaforn. Það líka Hrossaborg hérna innan við bæina á Reynivöllum. Torfi Steinþórsson, faðir Fjölnis, hann gekk með honum þessa borg og sagði honum að þarna þetta væri Hrossaborg og hún líka alveg án efa ævaforn og hún mun eldri heldur en hún mun stærri fyrirgefið heldur en fjárborgin í Borgarhvammi. Og ég ætla nú að enda hér með ykkur við sauðahús Þórðar Steinssonar, föður Þórbergs. Þið sjáið að hann fæddur 1854 og deyr 1926. Sauðahúsið, þið sjáið, það allt öðruvísi heldur en fjárborgin, það langt og jöturnar eru greinilega í sauðahúsunum meðfram veggjónum. En það svo skemmtilegt að Anna Þóra, dóttir Steinþórs á Hala, hún sagði mér einu sinni frá því að hún myndi mjög vel eftir sem lítil stelpa þegar Þórður afi hennar var að hirða sauðina í þessu húsi. Og það svo gaman líka þegar maður fer að skoða rústir og gefa sér tíma í það, að þá fer maður að sjá, það svona ákveðin mynstur sem maður sér í hvernig húsin eru byggð og smá fær maður líka meiri þekking á þjálfar augun í að grípa og lesa það sem við sjáum. En nú Þórbergur segir á einum stað þar sem hann kemur að tóttarbroti, það mátti lesa nokkur gömul tóttarbrot, þau voru eins og þjóðkvæði horfinna tíma stuðluð undir hleðsluháttum. Og það muni vera 170 ár að minni sem kemur hér frá manni til manns, talandi það hvað við getum geymt ummælasögur lengi, að þá þetta dálítið skemmtilegt að geta hér vitnað beint í Þórð Steinsson sem fæddur var 1854. Þið heyrið alveg í mér, það ekki? Heyrið ekki í mér? Jú, við heyrum mjög vel í þér. Það ljómandi alveg. Já, ég var orðin rosalega einmana hér. Mér fannst eins og ég væri að tala alveg bara út í vindinn hérna fyrir utan. Já, það engin að því, það fjölgað hér í salnum sko. Já. Og fjölgað á netinu líka. Gott að heyra og þetta heyrist sem sagt. Mjög vel. En þá held ég sé búin með minn tíma og kannski vel það og þá ætla Fjölnir að taka við og hann náttúrulega hér fæddur og uppalinn og hefur þetta alveg í blóðinu og genunum, allt gamlar minjar í Suðursveit, sögur og sagnir, þannig að nú tekur hann bara við hér. Þið með kannski kveikja ljósið þarna hins vegar, ég sé að sólin komin á bak við fjallið. Já, það passar, hún kveikjum ljósið og pröfum, skiptum sæti. Þetta eitthvað betra núna. Já, það ljósið við Fjölni. Það ljósið við Fjölni, ég stela það. Já, komið í sæl, Fjölnir Torfason heiti ég og bý hér á Hala í Suðursveit. Þekking á umhverfi, gamlar sögur, örnefnaskrár, ritaður texti, munnleg geymd og viðtöl, gömul kort. Fyrirkomulagið sem við höfðum á þessum rannsóknum okkar var með þeim hætti í byrjun að við skoðuðum loftmyndir í tölvunum, lásum örnefnaskrárnar eins vel og við gátum og síðan var farið í fyrstu vettvangsferð sem nokkurs konar forkönnun til að bera saman það sem að okkur fannst við sjá á loftmyndunum og komum fram á örnefnaskránum. En seinna þá höfðum við það þannig
það skilaði okkur mun meiri árangri. Það var að við prentuðum út örnefnakortið og prentuðum út örnefnaskrárnar og með því að vera með örnefnakortið útprentað í lit í stærð A4 og vel og vandlega blastað inn, þá gekk okkur mun betur að nálgast þessi mannvirki sem við töldum okkur hafa séð á loftmyndum og eins líka að geta þá lesið örnefnaskrárnar bara beint á staðnum. En ég vil vekja athygli á því að bara núna fyrir örfáum vikum það er hérna mynd sem þið sjáu hérna hliðin á textanum. Þetta er infrarauð mynd og það bara fyrir nokkrum vikum kom þetta inn á netið. Og oft á tíðum skilar það okkur mjög góðum árangri að bera saman venjulega loftmynd og infrarauðu myndina. Því að infrarauða myndin, hún sýnir með svolítið sérstökum hætti hvernig einhvers konar mannvirki sem sker sig úr umhverfinu með mjög greinilegum hætti. En þegar búið að fara kannski fyrstu vettvangsferð, kannski aðra, þá farið með tól og tæki og allt mælt upp með GPS-mælingum og ljósmyndað og lýst nákvæmlega og metið hvort sé að ræða einhvers konar áhættu vegna einhverja utanaðkomandi áhrifa, átróðning af skepnum eða einhver slíku, hvort viðkomandi rúst sé sem sagt í hættu. Nú þegar þessu er lokið, mælingin, þá er farið að skoða manntöl og kirkjubækur og eldri skjöl og alls konar gögn. Og það segja bara frá því með að ég man það að hér var danskur maður á ferð 1813, Fríask hét hann, og hann hélt dagbók og núna fyrir stuttu var Snævar Guðmundsson að þýða þessa dagbók yfir á íslensku. Og hann sendi okkur einn kafla þar sem sagði frá heimsókn Fríask til að Felli, Suðursveit, þar sem hann var að reyna að þjálja við Þorstein Vigfússon, þáverandi bónda á Felli, að fá leyfi til að reisa vörðu í Hrollaugseyjum. Og varðan átti að vera þríhyrningspunktur fyrir þessar landmælingar sem að Fríask var að vinna að. En skemmst frá því að segja að Þorsteinn sleppti sér algjörlega, var þekktur fyrir það reyndar. Hann sleppti sér algjörlega og harðbannaði Fríask að koma nálægt Hrollaugseyjum því að hann myndi fæla allan selinn í burtu. En þá fór Fríask að reyna að finna hvort hann gæti notað eitthvað annað viðmið sem þríhyrningsmælingu. Og fer þá að tala að fellssel sem hann segir hafi staðið út á sléttunni gæti verið hugsanlega nothæft sem þríhyrningsmæli. Og út af þessari ástæðu að hann ætlaði að nota þetta sem viðmið í þríhyrningnum, þá tók hann nákvæman punkt, nákvæmt nyt af staðsetninguna á selinu. Og núna er Snævar að vinna í því að fá danska vísindamenn til þess að fá nákvæmlega GPS-punkt
af hnitinu sem að gefið var upp. Þannig að við getum gengið akkúrat á staðinn þar sem að selið var. Jæja, hér erum við komin að hjáleigum frá Kálfafellsstað. Þessi hjáleiga, þessi hét Hella. Hér svokallaður miðklettur og hér fundum við rúst sem að hvergi minnst á. Þetta bær, mannabústaður. Og svo hérna sjáum við Budru. Og þetta svæði hérna heitir Gloppa. Bara svona að gamni. Og við skoðum þessa, hér eru miklar garðhleðslur, skoðum þá örlítið á eftir. Hér erum við komin langt út í Kálfafellsstaðarland, Hellaland, og hér sjáum við sauðhúsatættur í landi Kálfafellsstaðar. Þær stóðu nokkuð langt út á sléttunni og það eflaust hefur oft verið erfitt að komast í sauðahúsin og af þeim sökum þá voru hlaðnar svona vörður í áttina að sauðahúsunum. Hér sjáum við þessa garða í Hellum og við sjáum að garðarnir eru 3. Hérna aðalgarðurinn, hér enn einn garður og svo hér garður sem að virðist fljótu bragði vera alveg samhengislaus við allt annað. Ég girkaði strax á það að þessir garðar væru fiskigarðar. Þeir höfðu sérstaklega verið hlaðnir til þess að þurrka fisk á. En ég fékk nú dálítið miklar ákúrur fyrir þessa hugmynd því að menn vildu meina það hér slóðir að fiskigarðarnir hefðu alltaf verið úr grjóti. En seinna hitti ég á örnefnalýsingu frá Borgarhafnarhálsum þar sem að var geysistór garður, fiskigarður kallaður, sem var hlaðinn og tekið sérstaklega fram í örnefnalýsingunni að hann var hlaðinn úr torfi. Málið var að það hefur ekki varðveist mikið af þekkingu svona nákvæmlega, hvorki verklag eða vinnuaðferð. Við erum með mikið af alls konar garðhleðslum hérna. Þessi garður sem til vinstri á myndinni, hann það bil 2 kílómetra langur og í fornum borgum í Kálfafellslandi og hefur verið til þess að verja slægjuna fyrir ágangi búfjár. Og garðurinn sem til hægri, hann í landi Borgarhafnar. Heikilegt mannvirki liggur alveg frá fjallsbrún og niður að Staðará. Veit nú ekki, ég hef ekki mælt hann hvað hann langur. Hér sjáum við uppmælingu frá eyðibýlinu Græntanga í Borgarhöfn. Og við erum komin hér núna til þess að skoða nánar hvað það sem við þurfum að gæta að
þegar við lesum í rústirnar. Þetta sem sagt bærinn eins og hann var. Hann fyrir eyði 1891 og hugsið ykkur. Það sést ennþá gönguleiðin út í brunninn sem hérna. 130 árum eftir að hún var gengið síðast. Hér marghólfa rúst sem að við viljum meina að gæti verið bæjarhús frá fyrri tíð, áður heldur en að þetta var byggt hér undir klettinum. Þetta sem sagt, hér eru rústirnar í Græntanga og hér sjáum við götuna í brunnin. Þetta alveg ótrúlegt að þetta skuli hafa varðveist svona vel. Hér sjáum við aftur garðinn í Borgarhöfn sem að liggur frá fjalli og niður í Staðará. Við sjáum hann hérna, liggur hér upp þennan hérna hól og niður hinum megin. Og hann hefur verið hlaðinn úr grjóti líka hérna yfir mýrina og við sáum þar sem að lækur rann þarna í gegn að grjótið hafði sokkið það bil 1 metra niður í mýrinu. En það er gaman að segja frá því að áður fyrr átti Breiðabólstaður beitarrétt fyrir 15 naut í Borgarhöfn eða á Borgarhafnarfjalli. Og Kálfafellsstaður átti beitarrétt fyrir 10 naut á Borgarhafnarfjalli. Og mjög líklega hefur þessi garður verið hlaðinn til þess að varna nautunum að koma fram í byggðina. Hér er Selklettur, hann örnefni sem hefur varðveist og hér ekki neinn vafi á, hér eru einhverjar mannvistarleifar en þarna svo mikið sandfok að þetta verður svona frekar óhrjálegt. En upp á klettinum afar sérstakt mannvirki sem að bendir til samkvæmt örnefnalýsingunni að sé skotbyrgi og heitir Salómonsbyrgi. Skotbyrgi höfum verið að finna nokkuð víða. Hér, þetta inn á Staðardal, þetta leiðin sem að vermenn fóru. Þeir hafa farið þarna meðfram þessari rétt. Gæti verið lambarétt, mjög líklega. Hún hlaðin þannig að lömbin gátt ekki hlaupið upp úr. Hún hlaðin inn yfir sig. Þannig að lömbin gátt ekki hlaupið upp úr þessu. Nú hér, þetta svona dæmi Stekkatún. Hér alveg gríðarlega mikið af hlaðnum görðum, bæði úr grjóti og torfi. Þetta neðan við Uppsali, Suðursveit. Og Kristínar Stekkatún heitir efalaust eftir Kristínu Vigfúsdóttur sem var lengi húsfreyja á Uppsölum. Sýrhellir hér ofan við hérna Uppsali og það eru ýmis örnefni á þessum slóðum sem bendir til þess að hér hafa svín verið eitthvað að koma við sögu. Og hér sjáum við staðsetningu sem við teljum líklega á þessu fellsseli og bíðum núna spennt eftir að vita hvort að GPS-punktarnir sem að Snævar fær geti leitt okkur alveg nákvæmlega á staðinn. Hér sjáum við drónamynd af rústum á stórbýlinu Felli sem fór í eyði 1868. Það vekja sérstaklega athygli ykkar á að þessar rústir hérna sem við sjáum fram eða sunnan við bæinn, þetta bara alveg nýbyrjað að koma í ljós. Hér eru garðbrot sem
virðast hafa sloppið við hlaupið sjálft, en svo að gróa upp úr garbrótunum og eftir svona 50 ár þá virkar þetta eins og þetta séu bara nýhlaðnir garðar. En það er minnsta kosti 30-40 cm þykkt skriðulega á milli. Og hér trúlega öskuhaugurinn. Hér sjáum við loftmynd af Sauðahúsi sem hérna í svona litlum hól, og hér erum við alveg sannfærð að rústir af kirkju sem var byggð á Felli í tíð Ísleifs sýslumanns Einarssonar. Og fyrst þegar við skoðuðum þetta þá fannst okkur svolítið skrítið að inngangurinn í kirkjuna var á hlið, ekki inn í gaflinn eins og maður hafði ímyndað sér að hefði verið á kirkju. Seinna komumst við að því að það var algengt að þetta var timburkirkja og þarna að gróa upp. Það sést hvar dyrnar voru og svo eitt og annað. Hér sjáum við gamla fjárréttir í Hrollaugsólum, önnur þessara rétta. Þessi rétt hér var notuð löngu eftir að ég man eftir, en ég veit ekki til þess hvenær þessi lagðist af. Þetta hólaskjól. Hér var féð haft í þessu skjóli. Þetta svona smá afdrep hérna innundir. Hér sjáum við þennan mikla hlaðna garð til þess að veita meira skjól. Brúsi, það hellir þetta stutt frá Fellsbænum. Hann var samkvæmt örnefnalýsingu skýlarétt Fellsbænda. Og þarna sjáum við það eru hellar hér víða sem voru notaðir sem fjárskjól. Og hér sjáum við eitt merkilegasta mannvirki sem að ég og líklega eitt það elsta í þessu héraði. Þetta heygeymsla í svokölluðu Fellsskjóli, í gljúfri langt upp í fjöllum. Þetta geysistórt og mikið fjárskjól, tekur mörg hundruð fjár og ég hef aldrei séð snjó inn í því. En þetta afskaplega erfitt að finna. Ég veit fólk sem hefur reynt að finna þetta fjárskjól en ekki tekist. Ég vil þó að viti hvað það er. Já, hérna segir, greina má forn handverk, hnoðaða nagla og heima smíðaða tréstabba sem þetta var sett saman úr. Og hér mjög sérstakt mannvirki sem við þurfum svolítið að passa okkur á að gleyma ekki. Þetta nánast örugt gæsarétt. Þetta út á Breiðamerkurslandi og hann segir frá því, Sveinn Pálsson, að það hafi verið feikilega mikil gæsaveiði og helsingjaveiði á Breiðamerkurslandi. Þegar hann hér á ferðinni 1793-94. Og líklegt að þessi rétt hafi verið notuð eða hlaðin sérstaklega fyrir gæsin. Og þetta sérstaka hérna í Suðursveit, að það ekra nánast á hverjum einasta bæ. En það eitthvað sem við þurfum að skoða betur. Þetta trúlega komið af orðinu akur og þetta alltaf eins. Ekrurnar alltaf ofan við bæina. Og þá erum við bara komin hringinn og ég ætla ekki að vera að þreyta fólk meira, ég þakka bara fyrir mig. Bara kærar þakkir, við getum klappað og það aðeins í okkur. Já, kærar þakkir fyrir þetta. Það spurning, hvort þú slekkur á deilingunni, Þorbjörg. Já. Á hérna,
sjáum við ykkur betur, síðan að prófa að setja hérna aðeins yfir á, þannig að ef það einhverjar spurningar í sal hérna, þá heyra menn, þá heyrið þið þær núna. Það ekki alveg eins mikið bergmál í salnum núna, það hefur fjölgað hérna aðeins í stofunni. Þannig að, já, viljið þið spyrja þau eitthvað, þau heyri ykkur, við erum hérna með tengingu. Þetta mikið og merkilegt verkefni sem að hérna náttúrulega sér nú kannski ekki einu sinni fyrir endan á. Ég langar að spyrja eitt í samt þessa höfn sem að... Ok, heyrið í Óskari? Já. Hvað var þessa höfn? Af hverju var það ónóttæg? Hálsahöfnin? Já. Við komum kannski aðeins inn á það, ég ken kannski meir inn á það á eftir bara. Ég skal svara þessu snöggvast. Svara þessu stuð? Ég skal svara þessu snöggvasti. Það blasti við mér síðastliðið vor. Ég fór þarna austur á Mörk í suðvestan Roki. Það var alveg heljaris mikið brim og það sem blasti við, það var sem sagt stórströmsfjara. Það sem blasti við var, það hefði klettabelt sem að gengur sunnan við Hálsahöfnina og við erum að sjá það núna lyftast 1 til 2 sentimetra á hverju ári. En þegar jökulfargið var þyngst, þarna á 16. öld, 17. öld, að þá hafði þetta virkaði sem náttúrulega vörn, brimvörn, fyrir höfnina, en sökk í sjó vegna jökulfargs og núna komið aftur. Og eftir 100 ár þá verður þarna alveg fínasta höfn aftur. Takk. Akkurat. Fleiri? Signý? Komið sæl. Já, blessu. Við langar að náttúrulega vita aðeins í hverju fólki samstarfi við menningarmiðstöðina. Fáið þið hluta af því fjármagni eða hvað? Nei, það nú aðalega fólkið í bara, jú, það náttúrulega, þau leggja sinn starfsmann sem landfræðingur og það, við alla úrvinnslu þá erum við þarna með fagmannesku, sko, sem að auki svo áhugasöm þetta allt saman og hún komin í nám í fornleifafræði til þess að fylgja verkefninu eftir. Og þetta samstarf gefur náttúrulega afskaplega mikið að við erum auðvitað svona svolítið á vellinum að vinna hér af því að Fjölnir þekkir mjög vel landið og umhverfið en þarna fáum við sem sagt faglega ráðgjöf í gegnum og faglega vinnu í gegnum þeirra starf. Ef það einhver að horfa á okkur á netinu, á YouTube, að þá getur menn skrifað einn spurningu. Hallgrímur? Já, komið sæl, takk fyrir skemmtilegt erindi. Vitið þið hvernig, að þið veitum svo mikið gæsum, hvernig ósköpunum fór að geyma það? Þess að það væri ætt eitthvað fram eftir vetri. Hvernig fóru þið að geyma gæsirnar? Getum ekki að segja. Gæsirnar voru reknar inn í réttina þegar þær voru í sárum, þær gátu ekki flogið. Svo voru það bara drepnar og borðaðar. En heldur að menn hafi ekki geymt þær? Nei. Saltað þær og tilheyrandi? Máfsunginn og skúmsunginn voru saltaðir. Og þetta bara ekkert svo langt síðan að þetta var. Fjölnir man alveg, þú manst alveg eftir þessum mat, sem sagt söltuðum. Máfsunga og skúmsunga, en sennilega hefur var gæsin aldrei söltuð. Nei. Það var hérna inn á Eyjabökkum líka svona gæsaréttir. Já. Og það minnmælur að fjóstalingar fóru á smölu gæsunum og flutta heilu hestburðina til byggða. Já. Ég hef aldrei skil hvernig ósköpunum fóru að geyma fram eftir hausti. Nei, mitt. Og hvað gert? Það getur að vera reykt. En einkennir á sem gæsaréttum sko, það svona upp í halla, upp í brekku. Þetta mjög sérstök mannvirki, sko, og það held ég engin vafa á því eftir þessu
lýsingu sem fengum af gæsiréttunum á Eyjabökkum að þetta sams konar fyrirkomulag. Bara að segja frá því bara til gamans að áratugum og jafnvel árhundruðum saman var skúmsungi veiddur á Breiðamerkursandi. 3.000 til 5.000 ungar. 3.000 til 5.000 ungar á hverju sumri. Svo var skúmurinn friðaður og nú hann alveg dauður. Það hefur mettað einhverja munna, já. Allir þeir ungar. Já, Sigríður. Takk fyrir skemmtilegt erindi og fróðlegt. Mig langar að spyrja ykkur í sambandi við infrarauðu myndatökurnar. Voru þær, hvenær byrjaði að nota það? Það í allri rannsókninni? Það bara nokkrar vikur síðan að þessar infrarauðu myndir kom inn á netið. En við vorum búin að gera tilraunir með dróna að taka infrarauða myndir, þrívíddarmyndir. Og það alveg ævintýralega skemmtilegur árangur af því, en það rokdýrt. Já, takk fyrir. Ljómandi, já, Nína. Já, komið sæl. Takk fyrir skemmtilegt erindi. Hvar þessar infrarauðu myndir og hvað, meira áhuga fyrir kostnaðina líka að koma þess öll á fót, koma til dæmis. Já, infrarauðu myndirnar sko bara, maður fer inn á mapp.is og þar getur maður dregið, og þar getur maður dregið yfir og þá fær maður sko gömul kort og svo kemur infrarauða kortið orðið núna inn. Á svona flestum svæðum, það kemur ekki alveg á öllum svæðunum hér. Já, en þetta þær að koma líka núna þarna inn. En svo notum við bara mikið þessar venjulegu, sko, þetta sjást mjög vel rústir á því. Kostnaðurinn nú þannig að við höfum svo lítið að gera í COVID að við tókum þetta sem bara verkefni hér Þórbergssetur. Þess að nýta, við höfum lengi búin að langa til að fara í þetta verkefni og svo þegar að hægðu innan veggja þá fórum við bara út og gátum byrjað á þessu svona. En svo höfum við verið að sækja styrki líka í styrktarsjóðin á Suðurlandi, uppbyggingarsjóð Suðurlands og fengið eilitla styrki þar. Og svo leggur menningarmiðstöðin líka einn starfsmann að auki. Takk fyrir þetta. Ljómandi, nokkuð byrst á netinu, Nei. En hlusta bara þar. Akkúrat, fleiri spurningar? Langar kannski aðeins að koma því á framfæri að það þarna Facebook síða líka sem töluvert mikil umræða inn á, heitir Fornar rústir og búsetuminjar. Ef fólk hefur áhuga á og það svona meira af svona sérverkefnum. Annað en eyðibýli. Og það töluvert lífleg umræða þar og 500 manns inn á þeirri síðu. Ef þið hafið áhuga á að koma að þessu eitthvað. Takk fyrir það. Þetta alveg til fyrirmyndar, þetta verkefni. Og við erum svona gæla við það að geta farið að stað með eitthvað svipað hérna í Fljótsdalnum. Ef okkur áskotnast einhverju fjármunir í það verkefni, við erum í svona með það í bígerð, meðal annars rannsóknarsetri Háskólans hér á Egilsstöðum. En allir þið séu þá ekki svona sloppin af beininu nema þið náttúrulega lafið hérna með okkur á línunni og því að þið hafi nú verið þáttakendur í þessu samstarfi sem ég ætla að fara að segja frá núna og nú skulum við sjá hvort að tæknin hvernig hún gengur hjá mér og sjá hvort að við komumst ekki hér eitthvað. Þannig að já, þá hefst seinni hluti þessara dagskrár sem er þá aðeins smá yfirlit hérna hjá mér sem ég kalla ljóri til landslagsfortíðar veldi skriðuklausturs og sýndar heima og
Þetta svona kynning á ýmsum verkefnum sem við höfum verið að vinna að hér síðustu árin og verðum áfram að vinna að. Og svona bara svo maður gleymi því ekki að þá eru náttúrulega margir sem hafa verið að styrkja þessi verkefni og þetta eru í rauninni svona í grunninn eru þetta 3 til 4 verkefni sem að njóta styrks af norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins og svokallað NPA styrki en síðan höfum við líka fengið úr uppbyggingarsjóði Austurlands Vinir Vatnajökuls styrktu einn hluta, Nýsköpunarsjóður námsmanna hefur líka verið að styrkja okkur og við höfum verið í samstarfi við Háskóla Íslands, Vatnajökulsþjóðgarð, Fljótsdalshrepp, Fontar, EHF sem eru Hafþórsnjólfur og Borgarfirði, Minjastofnunum með okkur líka í mörgum þessum verkefnum aðeins og svo náttúrulega Þórbergssetur og Óbyggðasetrið þannig að og gleymast örugglega einhverjir. En öll þessi verkefni þau svona lúta dálítið að þessu og hvernig við getum unnið að skráningu og miðlun á menningararfinum og með þá nýjustu tækni og þau eru svona þau eiga það sammerkt einlega öll þessi verkefni. Eitt nú reyndar búið, sýniverkefni sem var svona sínu stærst að því lauk í árslok 2020 en hin eru svona svolítið framhald af þeim og að bera út boðskapinn úr því stóra verkefni og síðan erum við að reyna að undirbúa ennsta svona framhaldsverkefni þá inn í næstu 3 árin en öllu líkur þessu nú í júní á þessu ári þannig að við erum svona á endasprettinum svolítið í þessu og þetta málþing hérna í dag svona einn liður í því að miðla upplýsingum það sem við höfum verið að gera. En eins og ég segi, þetta svona snýst aldrei mikið þessa tækni sem við höfum í dag. Þorberg og Fjölnir komu nú svolítið inn á það einmitt, hvað drónarnir eru að skila okkur miklu og algjörlega nýrri sýn á landið og auðvelda okkur þannig að lesa í landið. En síðan margt fleira sem að svona að bætast í þetta og þróunin gríðarlega ör. Þeir sem eru hér á staðnum geta á eftir prófa að kíkja í svona sýndarveruleika gleraugu og sjá sumt af því sem ég mun reyna að sýna hérna aðeins á skjánum og eftir í slíkum gleraugu, skoða líka hérna á snertiskjá og með ýmsum öðrum hætti. En þetta samstarfsnet Gunnarsstofnunar í þessu að það farið að teygja sig býsna víða og við eins og þið sjáu þarna svona þá sjáu þið hvar þessir aðilar í sýnaverkefninu voru með okkur og grunnurinn í því var svona eiginlega byggður á samstarfsneti sem var orðin til hér á Skriðuklaustri. Þannig að það tegir sig til Noregs og síðan vinnum við mjög mikið með St. Andrews háskólanum í Skotlandi. En það háskólinn í Oslo og háskólinn í Ulster á Norður-Írlandi eru líka í þessum verkefnum og svo ýmsir aðrir aðilar. Timespan heitir lítil menningarmiðstöð í býsna norðarlega og á austurströnd Skotlands og sem svona svipað eða svona sambærilegt fyrirbæri svo sem eins og Gunnarsstofnun. Hún afskekkt og hún í litlu 200 manna þorpi einlega, ekki mikið fleiri sem búa þar og byggðu upp svona í því augnamiði að vinna meðal annars líka bara með svona sitt nærumhverfi og menningararfinn þar. En ef við horfum nú aðeins, hverfum þá aftur í fortíðina og horfum svolítið tilbaka að þá höfum við hér kort sem að sýnir þessa landshlutaskiptingu. Þetta kortið frá 1734 og alltaf býsna vinsælt að skoða það hér. Það hangir hér uppi hjá okkur á klaustursýningunni og menn hafa gaman að því að virða þetta fyrir sér. En það sem okkur finnst náttúrulega svona merkilegt með það auðvitað að það sýnir dálítið vel að hvernig Skriðuklaustur var í sveit sett fyrr á öldum og kannski ekki einangrað og mönnum finnst í dag að þegar maður er að gera hringveginn þá þurfum maður að gera útúrdúr til að koma hingað upp í Fljótsdalinn. En á sínum tíma þá náttúrulega lá leiðin norðan úr landi frá Mývatni og það sést einmitt á þessu korti að hún strikuð hér og sýnd sem breiður og góður vegur þarna í byrjun 18. aldar frá yfir fjöllin og yfir Fljótsdalsheiðin og niður að Skriðuklaustri. Síðan höfum við í þessum verkefnum og í rannsókn við náttúrulega byggjum mjög mikið á rannsókn Steinunnar Kristjánsdóttur hér á Skriðuklaustri
á sögu klaustursins og fornminjarannsókninni og uppgrefturinn sem fór hér fram 2012 að þá náttúrulega höfum við kannski hérna svona 3 punkta. Ef við horfum á Skriðuklaustur sem eitt þá eru 2 allavega fjarlægir staðir sem að vekja athygli okkar og við höfum verið að vinna meðal annars með inn í þessum verkefnum og ég svona kannski sérstaklega að hugsa það og huga því sem við höfum verið að gera þá og erum að skoða varðandi þá fornu ferðaleiðirnar og sömuleiðis þessar eignir Skriðuklausturs, allar þessar jarðir sem að klaustrið átti hér víða Austurland. En Hálsahöfn og Gautavík, Hálsahöfnin var nefnd hér áðan og var auðvitað þessi verstöð þarna fyrir suðausturströndinni, svo stærsta á sínum tíma og Gautavík var hins vegar á tíma klaustursins kaupstaður Hansakaupmanna, þannig að þarna höndluðu við Þjóðverja niðri í Gautavík og kaupstaðurinn fluttist síðan út í Fúlavog eða á Djúpavog undir seinna á 16. öldinni. En ef við hugum nú hérna aðeins og tökum, þá ætla ég að senda ykkur hérna í smá ferðalag og við náttúrulega verðum að byrja hjá þeim Fjölni og Þorbjörgu, þarna suður í Suðursveitinni. Þannig að það er eiginlega með ólíkindum að hugsa til þess að hér fyrir 500 árum þá hafi vermenn hérðan frá Skriðuklaustri farið til Borgarhafnar þarna sem að við hefjum förin á, förum þarna yfir eyði eða eyju núna sem heitir Krossnes eða Krossanes, förum þarna yfir Hestgerðið og yfir Kambinn í Kambstún þar sem að verbúðirnar hafa verið og svo haldið áfram þarna inn Borgarhafnarlandið til Borgarhafnarfjalli og yfir í Staðardalinn og svo sjáum við þarna yfir í Staðarhálsana og við Fjölnir einmitt, við 4. mann gengum þarna niður undir Hálsatindinum og niður akkurat þarna til þess að ná að staðsetja þessa gömlu leið og teljum okkur vera 100% viss það að við höfum náð að finna gömlu förin eftir vermennina. En svo náttúrulega höldum við bara þarna upp á jökul og herðum svolítið för til þess að ná nú og sjá náttúrulega fyrst í Kverkfjalla og svo hallar okkur svona aðeins meira til austurs þangað til að við sjáum í Snæfell. En þessi leið fyrir 500 árum hefði ekki verið svona löng á jökli og kem hérna aðeins inn á það á eftir. Þarna sjáum við Snæfellið, svo má alltaf deila það og velta fyrir sér hvorum megin við Snæfelli menn fóru eða komu. En það er svona rétt að hafa það í huga því að það er nú 20. febrúar í dag að við erum akkurat á vetrarvertíð. Þannig að menn voru að fara þetta á þessum tíma árs, byrjun febrúar. Svo æðum við þarna brunum hræn á Laugarfellinu og yfir Laugaranna og niður í Norðdalinn og gegnum Kleifaskóginn og niður í Egilsstöðum út allan Norðdalinn. En þetta hægum þá kannski aðeins för þegar við komum hér út í mynni Norðurdals. En þetta eru einir 140 kilometrar. Þessi leið, bein loftlína hér á milli Borgarhafnar og Skriðuklausturs eru 100 kilometrar. Þannig að þetta er nú svo sem ekki lengra. Manni finnst þetta alltaf vera svolítið pirrandi þegar maður er að keyra. Eins og síðustu helgi þá akkurat ók ég og stoppaði hjá þeim Fjölni og Þorbjörg og gisti og þetta voru þetta voru 300 kilometrar sem ég þurfti að taka dálítinn krók. Þannig að þetta er svona þessi leið á milli Fljótsdals og Suðursveitar sem var töluvert greiðfarari á sínum tíma. Og skulum koma kannski hérna aðeins bara að því núna. Þið voru búin að sjá svo sem þessa mynd sem sýnir þarna hálsana, þar sem að höfnin á að hafa verið og það er sem sagt þessi garður sem er svona að koma í ljós sem að Fjölnir var að minnast á að hann þá skildi dálítið mikið þessari höfn þarna. En þetta hefur auðvitað tekið
miklum breytingum. Það sem sagt 1573 sem að verður gríðarlega stórt sjóslys þarna og menn hafa svona sögusagnir að segja að það hafi orðið til þess að það fórust eiginlega allir bátar sem voru að gera þarna út og það er nú kannski ekki alveg sama sögum um hversu margir en það er talað um að hafa alltaf 100 manns farist í þessu einu óveðri og það hefur jafnvel svona átt sinn þátt í því að menn hættu sjósókn frá þessari verstöð. En Borgarhöfn var sem sagt þegar mest var 3/4 í eigu Skriðuklausturs og þeir lögðu mikið fé undir til að komast yfir þessa verstöð sem að segja sitt mikilvægi hennar og það er sem sagt og þeir komast þarna 1522 þá komast þeir yfir 1/4 í viðbót og eru þá konur með 3/4 og síðan náði meira að segja Skálholtsbiskup náði svo 4/4 hann að síðasta en hann var nú lengst í bændaeign og fór aftur í bændaeign en Skálholtsbiskup þurfti til dæmis að láta Papey í skiptum fyrir hann 4/4 þannig að segir svona sitt en þetta er stórt og mikið land og það voru ýmis hlunnindi sem að því fylgdu hvort sem það var veiði eða beit eða skógur og þar af leiðandi eðlilegt að þetta hafi verið ein af dýrustu eignum Skriðuklausturs á sínu tíma þó að þeir ætti ekki nema helminginn í henni eða þarna í nokkur ár 3/4. Svo er svona gaman að vekja athygli á því að Smyrlabjörg og Hestgerði sem voru líka jarðir á þessum tíma að Kirkjubæjarklaustur átti þær á sama tíma og Skriðuklaustur átti Borgarhöfn. Þannig að klaustrin áttu þetta land. Bara rétt svona minna á veldi Skriðuklausturs að við skulum Fljótsdælingar höfum átt þarna alveg 14 kílómetra eða helming í 14 kílómetra strönd þarna á milli Kvíár og Gljúfurár. Það er aðeins magnað, hefur nú kannski verið erfiðar að fara með rekan yfir jökul. En þeir hafa getað komið honum í verð örugglega þarna fyrir sunnan. Þetta leiðir okkur síðan auðvitað alltaf þessu með einmitt þessar fornu ferðaleiðir og það er alltaf það sem við erum að spekulera svo mikið í hvernig leiðir lágu nú hér landið fyrr á öldum. Því að einhvern veginn þá töpuðum við svona þessum hálendisleiðum okkar þegar að litla ísöldin var sem verst og eldgosin dundu á okkur að auki. En hérna sjáum við kort sem að er ættað frá Hjörleifi Guttormssyni en hann hefur einmitt skrifað ítarlega greinar og rannsakað heimildir sem eru til skriflegar allar ferðaleiðir kringum og yfir Vatnajökul. Og þarna sjáum við svona þessar línur en þarna er auðvitað jökullinn hafður bara eins og við þekkjum hann í dag að stærð og það er svona eitthvað sem hefur lengi verið að veltast fyrir okkur og við bregðum hérna yfir þetta hugmynd Helga Björnssonar jöklafræðings sem hann birtir meðal annars í bók sinni jökla á Íslandi að þá er þetta svona hans hugmynd á þeim tíma það hvernig útlit jökulsins gæti hafa verið fyrir 1000 árum, það er að segja kringum kristnitökuna. Við fórum í samstarfsverkefni við Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands og fengum styrk frá vinum Vatnajökuls til þess að reyna að kannski að gera okkur betur grein fyrir því hvernig þetta getur nú hafa verið. Og það er alltaf verið að gera reiknilíkur sem eru nú mest notuð til þess að reikna fram í tímann, það er að segja hvernig verða nú jöklarnir eftir 100 eða 200 eða 300 ár. En það er auðvitað hægt að beita sömu aðferðum til þess að reikna sig aftur í tímann með því að nýta upplýsingar úr Grænlandsjökli og þær sem að beita upplýsingar veðurfar og síðan ýmislegt annað sem menn hafa til þess að byggja á í svona reiknilíkunum. Og þarna sjáum við svona það sem að þetta reiknilíkan skilaði, þeir sjáum þessar útlínur sem eru hér bláar hér í kringum að það er svona eins og jökullinn var svona stærstur í lok 19. aldar og síðan er svona rautt í rauninni jökuljaðarinn eins og hann var 2010. En það er að segja innri línan í þessu. En ef við svo tökum smá
tímaflakka á þetta. Við sjáum náttúrulega ef við leggjum sömu leiðir og eru til í heimildir að hafa verið farnar, að þá vantar, þá komust menn ansi langt á grónu landi lengra til suðurs heldur en menn gera í dag. Því að Brúarjökull var hreinlega ekki til samkvæmt þessu reiknilíkani árið 1000. Og þarftu aldrei að fara í meira en 1000 metra hæð, því að jökullin var svo miklu þynnri í þessu hafti sem er hér. Og þar af leiðandi var þetta nú ekki langur spölur sem þurfti að fara á jökli, kannski svona 20-30 kilometrar. En svo auðvitað óx jökullinn og reiknilíkani svona að gefa okkur þetta. Þannig að reiknilíkani segir okkur að svona hafi ástandi verið árið 1500. Það sama, það ansi, við sjáum svona út frá bara fjarlægðinni frá Snæfelli, að það samt sem áður ansi langur vegur sem menn komist lengra þarna inn í þetta klof á jöklinum, þar sem að Brúarjökull núna að þvælast fyrir okkur. Og ef við skoðum hæðalínurnar í þessu að það voru 1000 metrarnir hér og það komu 2 hérna viðbót, þannig að menn fóru samt ekki nema upp í 1200 metra. En núna erum við að tala 1500 metra í þessu, á þessari bungu, eða lægðinni hér í rauninni sem menn nýttu sér. Og svo bara svona, þetta reiknilíkani sem að gefur þessa niðurstöðu fyrir 1880, þetta ekkert fjarri lægi, þannig að það svona sýnir það að kannski reiknilíkanið bara nokkuð rétt. En auðvitað gæti jökullinn jafnvel hafi verið svona árið 1000. Það alveg hugsanlegt. Það reiknilíkaninu skeikju, hann hafi bara verið hérna svona árið 1500 eins og reiknilíkaninu segir hann hafi verið árið 1000. En hvenær var hann kallað að Klofajökull? Já, það náttúrulega, það þarna á þessum tíma, sko, hann kallaður það og við sjáum auðvitað að þetta töluvert stærra klof heldur menn hafa verið að tala að væri við Kverkfjöll og þannig að þetta svona gefur kannski ítir enn frekar undir það að þarna sé kannski hið eiginlega stóra Klofajökulsins sýnilegt. En þannig að þetta svona eitt af því sem við höfum verið að leika okkur með. En nú ætla ég að sjá hvort að við komast hérna yfir í annað. Því að við erum sem sagt að leika okkur svolítið með þessa klaustur, þessa jökulslóð eða fiskiveg eða hvað við viljum kalla þetta. Hér suður við jökulinn og við erum að nota sýndarveruleikana aðeins í þessu. Þið kannist sennilega flest við sýndarveruleikana af klausturhúsunum sjálfum og sem mann geta prófað hér inn í herbergi og hafa kannski prófað að setja á sig. En núna erum við sem sagt aðeins svona að leika okkur meira inn í þessum sýndarheimum og byggja hér einhverjar byggingar sem eru náttúrulega svo sem bara settar sem einhverjar byggingar. Hér erum við þá kannski á Bílinu Skriðuklaustri á tíma klaustursins. Og getum svo hoppað yfir og niður að klaustrinu. Og hugmyndin á þetta sem sagt í rauninni sú að geta flakkað svona aðeins á milli og farið, við getum auðvitað inn í sýndarveruleikanum getum við reynt að komast svona eitthvað nær því hvernig landslagið hafa nú mögulega verið fyrir 500 árum. Við vitum auðvitað að það voru miklu meiri skógur ennþá á þeim tíma og þar líkt. Við getum farið hér inn að Valþjófsstað. Hér er komin ein tilgáta Stafkirkju á Valþjófsstað, en kannski leit hún eitthvað allt öðruvísi út en þetta svona byggir nú bara svona á norskum Stafkirkjum frá svipuðum tíma. Svo getum við farið hér inn í Norðurdalinn og þarna erum við sem sagt þá búið að taka svona landslægið úr grunnum frá Landmælingum Íslands og leggja það inn í svona leikjavélar eins og það er kallað. Og í þessu tilfelli leikjavél sem kallað Unreal og þar leiðandi fáum við svona nokkuð sannfærandi landslægið eins og við þekkjum það í dag því að fjöllin og hæðirnar, það breytist ekkert mikið og síðan getum við farið hér, hoppa bara hér alveg inn á Snæfellstind kannski þessuna. Hérna eigum við til dæmis eftir að vinna svolítið með það að við sjáum glitta hérna í Hálslón ennþá sko. Þannig að
þetta svona allt í vinnslu, en þarna einmitt í þessu að þá getum við þar að leiðandi leyft okkur að láta jökulinn hverfa í sjálfu sér og sé þar að leiðandi betur svona hvernig við hefðum haldið þarna yfir jökulinn. Og svo við förum hérna niður og förum þá hoppum hér suður yfir og komum hér undir hálsatindinn, að þá getum við svo farið hérna úr þessum sýndarveruleika og yfir í raunveruleikan. Þetta úr ferðinni okkar Fjölnis haustið 2020 sem er afskaplega gott veður og það nefnilega bara ein leið fær hérna yfir öll þessi gil. Þannig að þetta var svona kannski frekar einfalt, það var allavega eitthvað til að rekja sig út frá þegar við vorum á ferðinni þarna. Þetta sem sagt allt svona í 360 gráður tekið með dróna og hægt að skoða þetta þar að leiðandi í svona sýndarveruleika gleraugun og setjast þar að leiðandi en svona sjá þetta enn betur með þeim hætti. Og við getum svo hérna hoppað hérna bara út að hálsahöfninni og skoða hana þannig séu á lofti þar sem við lögðum upp í förina áðan í hérna yfir jökulinn. Þannig að, og inn á þetta er auðvitað hægt að leggja ýmsar upplýsingar, það er hægt að skrifa örnefni og það er hægt að setja inn texta og hljóð og myndbönd og annað því um líkt. Þannig að, en hérna hugsaum að hérna bara hoppa núna hérna aðeins og við hérna skreppum aðeins í Gautavíkina líka. Það náttúrulega klaustrið átti heilmikil viðskipti og það voru auðvitað mikil viðskipti hérna og við byrjum hérna inn á Víðivöllum og þá förum upp Þingmannaklifið. Þetta var Víðivöllum fremri sem voru í eigu Skriðuklausturs því að Víðivallajarðirnar voru skiptar frá Örófi, fremri og ytri. Og síðan hér haldið upp og sjáum hérna inn í Þurriðastaðadalinn og sjáum hérna glitta aðeins í Sturlárkýlið og svo yfir í leiðina og áttina að Öxi fram hjá Hornbrynjunni. Og þetta er ekkert svo löng leið, þetta er ekki nema 40 kilometrar. Þannig að það er ekkert svo og trúlega var nú, það er svona fer tvennum sögum að því hvar þessi leið lá niður í Berufjörðinn, því að það segir að hún hafi bæði farið niður á Öxi og niður í Fossárdalinn, en að líkindum hefur hún færst yfir í Fossárdalinn eftir að kaupstaðurinn flútti út á Djúpavog því að menn hafa svona tæplega verið að taka krókinn inn fyrir Fjarðarbotninn til þess að komast í Gautavíkina sem auðvitað norðan Fjarðar. En þetta allir nýja vegurinn liggja ekki á svipuðum slóðum, verður komin hana. Þannig að þessi leið er svolítið athyglisverð líka og velta svona fyrir sér og við erum svona líka að svolítið að kortleggja hana því að þetta er svona leiðin í kaupstaðinn sem að skipti máli fyrir klaustrið á sínum tíma. Þá komum við í Gautavíkina þar sem þessi kaupstaður stóð við búða á. En þetta er allt bara smá spölir til þess að skreppa sko. Allavega hann svona í sýndarveruleikanum, en það er akkurat þess frelsið sem að tæknin gefur okkur að það er að geta svolítið farið þannig á hérna stokkið á milli. Hvað er þetta margir? Þetta er 40. Og þá er ég eiginlega búinn að taka spölinn út í Skriðuklaustur með. En komum nú hérna aðeins þá betur að jörðunum öllum. Það er þetta veldi Skriðuklausturs fyrir 500 árum. Að sjáum við hér punkta sem við erum búin að setja vítt og breitt Austurlandið. Og þeir eru nú töluvert fleiri heldur en 37, en það eru 49 jarðir sem koma við sögu klaustursins. Nokkrar þeirra eru utan Austurlands. En samkvæmt meistaraprófessor Heimis Steinssonar sem hann skrifaði Skriðuklaustur
þá átti klaustrið 37 jarðir og 3 hjáleigur við síðaskipti og þannig að þetta var síðan allt eign danska kóngsins náttúrulega þegar að kaþólski siðurinn var lagður af. Ef við svona aðeins veltum fyrir okkur hvað þetta þá ég þarna með lista yfir það sem eru jarðirnar sem að klaustrið fékk að gjöf. Þær eru býsna margar, en þær eru 13-14 talsins. En mjög margar þeirra gengu síðan upp í aðrar betri jarðir og eru svona, því að þetta er mjög mikil svona viðskiptasaga í þessu og þess vegna fer maður að velta fyrir sér hvers vegna lagði klaustrið svona mikla áherslu á að eignast jarðir eins og jarðir hér niður á fjörðum. En það virðist í rauninni alveg hafa verið bara meðvitað, maður sér í rauninni hvernig verið að í þessari viðskiptasögu sem að séra Heimir einmitt rakti mjög vel í sinni ritgerð að hvernig verið að skipta út jörðum fyrir einhverjar jarðir sem að tengjast þá útræði. Og samt sem áður að þá höfum við óskaplega litlar heimildir útgerð klaustursins, því að það nú bara eins og þessu að það er mjög mikið að rituðum heimildum skriðuklaustur og það hefur ekki fundist ennþá. Við Steinunn látum okkur alltaf dreyma það að einn daginn að þá förum við í Vatíkanið og köfum niður í katakomburnar þar undir páfanum og finnum öll klausturbréfin. En sem að gefa okkur þá einhverju skýrari sýn inn í þessa fortíð. En meðan að svo ekki að þá höfum við óskaplega lítið. En það þó til ein heimild útgerð klaustursins að Jón Konráðsson, prestur á Valþjófsstað, að hann heimilar skipum klaustursins og mönnum frjálsa verfist á jörðum sínum hvar sem þeir vilja. Og það tekið sem sagt til hluti af kaupsamningi aðra jörð niður á Fáskrúðsfirði. Þannig að þá gátu það þýðir það að klaustrið átti skip og klaustrið var með vermenn og svo sem kannski ekki óeðlilegt miðað við það sem við vitum Hálsahöfn og eign þeirra þar. En svo svona kastaði ég aðeins fram að því að maður týnir sér alltaf í einhverju þegar maður fer að undirbúa eitthvað svona erindi að þá dettur maður alltaf von í eitthvað svona smáatriði sem eru þó stór atriði auðvitað. En það er svona bara að velta fyrir sér sko þessum eignum og hverju þessu vanvætt var nú að skila í tekjur. Og ég setti þarna svona inn nokkuð af þessum gömlu einingum en sko meðaljörðin var svona 2000 að verðmæti á þessum tíma og flestar jarðir skriðuklausturs eru kannski eitthvað á því bili. Það síðan las ég einhvers staðar að það hefði verið svona meðalverðið bara á landinu öllu nema á Austurlandi að þar hefði meðalverðið jarða verið 1200. Allavega eftir síðaskipti. Engin skýring á því svo sem. En þannig að heildar jarðeignir jarðardýrleikinn og eignirnar í fasteignum hjá klaustrinu voru þar að leiðandi eitthvað svona 900 sem er töluvert mikið. Og svo svona fáum við aðeins hugmynd þetta líka út frá því að það er vitað hvað skriðuklausturs umboð skilaði í tekjum til konungs þarna 1707 og auðvitað hirtu umboðsmennirnir sitt, þannig að það fór ekki allt til bara hluti fór til konungsins en það voru samt 59 ríkisdælir sem að skriðuklausturs umboðið skilaði í tekjur til konungs og það var 1% af heildartekjum konungs af landinu öllu á þeim tíma. Og hinn klausturumboðin skiluðu töluvert meiru en það áttu þau flest, náttúrulega voru mörgum öldum eldri og áttu þar að leiðandi töluvert meiri eignir heldur en skriðuklaustur. En þessar tekjur og þær eru auðvitað, það er eins og ég nefni, það er gjafafé auðvitað, jarðir og kvikfé og lausafé og svo. En svo var þá verðtollur, það var til dæmis eitt og það gat verið að það væri það sem klaustri var ásælast einmitt með því að komast yfir þessar verðstöðvar. Það er ekki ólíklegt að þar sáu menn, það var ekki kannski bara vegna þess að þeir ætluðu að fara að gera út bátaðar, heldur að þeir höfðu þá tekjur af þeim bátum sem að þeir leyfðu að gera út frá staðnum. Og auðvitað svo landskuldin náttúrulega bara, landleigan á þessum tíma og svo þetta voru leiguliðar klaustursins þeir sem voru á jörðum klaustursins og þeir eru að gjalda og þar af leiðandi átti klaustrið
kvikféð sem var á jörðinni og leiguliðarnir urðu að gjalda ákveðna prósentu af því sem voru þá kúgildisleigan. 10. það var eignaskattur á Íslandi, þannig að og klaustrið það var undanþegið þeim eignarskatti, þannig að þeir þurftu ekki að greiða það til kirkjunar. Og svo var og svo náttúrulega eru þetta tekjur af rekstri klausturbýlis, það var stórt býli hér, það eru nokkuð góðar heimildir fyrir því að hér það sem að Gunnarsson stendur að þar hafi staðið stórbýli á þessum tíma líka sem var þá bara rekið af klaustrinu sjálfu. Og svo auðvitað, tekjur af fyrirbænum og sálumössum, það var örugglega alveg drjúgt og svo var hér rekinn skóli og það eru heimildir fyrir því að svona á að giska allavega hana, það var í tengslum við samninga Borgarhöfn að þá var hér einn drengur tekinn í prestnám og ef að klaustrinu tækist nú ekki að láta hann læra til prests, þá átti klaustrið að endurgreiða 1000, þannig að það má lega líkum að því að það hefði þá verið það sem að prestnámið kostaði. Þannig að það var árangurstengt. En þannig að þetta svona vangaveltur og leikur bara aðeins svona með tölur í þessu, þannig að við vitum svona 1500 að þá framfærsla á vinnukonu svona 1.500 og vinnumaðurinn svona 200 og svo eru líka heimildur það að nunna hafi talið hún þyrfti 300 í til árs framfærslu og munkurinn þá kannski aðeins meira 400, þannig að en við sjáum það að tekjur klaustursins af kvikfé og af fasteignum og verktollum að ef maður svona áætlar eitthvað í þessu út frá þessu að þá hefur þetta verið mjög mikið og mjög mikið að smjöri örugglega og enda getið að klaustrið mikið og það var auðvitað einn aðal gjaldmiðill á þessum tíma, það bara smjör hreinlega. Þannig að hér voru tonnin af smjöri jafnvel og þá leiði maður hugan að uppgrætturinn sem fór hér fram fyrir margt löngu og það sem menn töldu sig vera komin hér í einhverja skýrgryfju þar sem var einhver leifar af einhverju gulu efni en kannski var það akkurat bara smjörgryfjan hér á klaustri sem við þurfum að fara að rannsaka kannski betur. En þetta svona, nú við komum hérna aðeins inn í sveitina áður en ég fer með ykkur á flug aftur í þessu í gegnum þessar 360 gráða myndir að þá náttúrulega var landinu skipt svona hér í Fljótsdal á 16. öld. Það voru fjórir, það að segja, klaustrið átti hér Skriðuklaustur, Bessastaði, Brekkuvíði, Fremri og Hrakkilsstaði og náttúrulega þær jarðir sem við þekkjum síðan undir þessum jörðum sem hafa nú orðið til allt fram á síðustu öld. Kristfjárjörðin Arnheiðarstaðir, hún átti alveg yfir að Jökulsá-Dal því að Merki var hluti af þeirri jörð á þessum tíma og síðan var bændaeignin, hún var ekki óskaplega mikil, það voru í sjálfu sér bara Glúmsstaðir og síðan auðvitað þeir Hjálaugur og Sel frá því og svo Víðvellir ytri, þaðan sem þau Hallsteinn og Sesselja bjuggu nú þegar þau gáfu skriðu undir Klausturstofnun og þetta Víðvellir ytri var þá sýslumannssetur á þeim tíma sem að síðan Skriðuklaustur var líka og kirkjan Valþjófsstaður átti síðan restina. Þannig að það svona gaman að velta fyrir sér líka að taka bara hverja sveit fyrir og skoða hvernig þessi skipting var fyrir 500 árum á þessum tíma þannig í kring og siðaskipti. Og þetta var auðvitað þannig en ef við bregðum okkur nú aðeins í smá flug aftur þá erum við með og þetta getið þið skoðað í gleraugunum á eftir af því að þetta er svona
staður á netinu sem heitir kula.co þar sem býður upp á það að maður setji upplýsingar af ýmsu tagi og svo getur menn skoða þetta í gegnum netið á í gegnum vafran hjá sér eða þá einmitt skoða í gegnum svona sýndarveruleika gleraugu. Það er svona svolítið öðruvísi í því og við getum bara aðeins kannski kíkt í hljóðstælinn sem þið kíkir kannski á. Svona en þetta, við erum sem sagt búin að vera að taka svona drónamyndir og svo höfum við verið að taka myndbönd líka frá jörðunum. Þetta er nú til dæmis eitthvað sem að nýtist kannski síðan mögulega inn í fleiri verkefni. Öll þessi gögn og til dæmis eitthvað sambærilegt við búsetuminja verkefni þeirra þarna suður frá. Því að þetta er auðvitað, það er margt sem er hægt að gera á svona 360 gráðu mynd og margt sem að kemur í ljós. Það er auðvitað hægt að ræðst auðvitað að gæðum þeirra dróna sem að verið þær að nota. Þetta er ekki tekið með neinum ofurdróna, ekki eins og þeir eru að nota á verkfræðistofunum. En þannig að hér erum við stödd í þessu og förum hins vegar aðeins yfir í þetta aftur að náttúrulega sjáum við allar þessar gríðarlegu eignir sem eru niðri við ströndina og að því að við erum svona að horfa, við veltum okkur aðeins upp úr útgerðinni hér í þessu og einmitt tengingin yfir í Suðursveitina, tengist svo sem því að þá er líka að Skriðuklaustur sem sagt eignast þarna jarðirnar sitt hvorum megin við mynni Seyðisfjarðar og við síðaskipti og þar erum við með eina fáum örnefnum sem að segja sitt klaustursöguna. Þar eru í landi Þórarinsstaða sem var nú sennilega hluti af Austdal á þeim tíma að þar eru Klausturhöfn og Klausturhafnarklettar og Klausturhafnartættur og Klausturhafnarlending, það er að segja hér sunnanfjarðar. Og svo í landi Brimnes að þar eru við með Klausturskemmu og Klausturskemmutanga og hér. Og þetta var mikil útgerð í þessu og ef við skellum okkur nú bara aðeins niður að þessu og förum stökkum hér niður í Seyðisfjörðinn. Þá getum við fengið svona, einhverjar upplýsingar svona inn á þetta. Var álitið að þetta ekki tolla umferð? Svo er það önnur spurning, hvort það sem að ferðaleiðir lágu á milli kannski bara að jarða sem klaustrið átti að voru teknir ferðatollar á þessum tíma af fjallvegum. Það gat alveg allavega að vera með gæfu nú eitthvað fér svona til sér til blessunar áður en menn lögðu á skörðin. Svo getum við sem sagt farið í að sjá svona stokki hér alveg yfir í mynd af þessu, þannig að hér er Klausturhafnartanginn sjálfur, hann er hér, þannig að Klausturskemman hafi verið hér einhvers staðar á þessu svæði. Og það er auðvitað mikið af minjum sem þið sjáið þarna, alls konar rústir sem er á þessu svæði. Þetta er svona, já, þetta er svona sem sagt við erum sem sagt að verða komið með
svona myndbönd af flestum þessum stöðum og mér finnst það eiginlega að vera einkar áhugavert þessar jarðir sem liggja niðri við ströndina og það sömuleiðis að þær eru náttúrulega líka kannski jarðir sem að hafa farið í eyði og eru kannski ekki mikið spilltar af 20. aldar og hvað þá 21. aldar framkvæmdum. Þannig að það verður svona ennþá áhugaverðara fyrir vikið af því að það eru nú fólk héðan neðra eins og við segjum að það var nú kannski gaman að fara aðeins niður í Karlsskála og þar. Þetta sjáum hér yfir Reyðarfjörðinn og svona og svo getum við bara farið zooma inn á þetta. Hér eru gríðarlega margar minjar og þetta nú búið að vera skrá í Hjörleifur Guttormsson og þessi Óðakar-systur hafa nú verið að skráð þarna núna, minjaskráningu. Þannig að þú getur séð þetta allt inn á netið Nína sko. Nei. Og við getum tekið okkur eitt flug á þetta líka kannski. Á þessum slóðum og það en þannig að þetta svo já, þetta hann nú reyndar en það þannig að við erum svona að reyna að safna inn í þessar miðla okkar og þessar gáttir ýmsum myndrænu efni og sömuleiðis þá þeim textum sem við upplýsingum sem við finnum í skrifulegum heimildum og annað og þetta geti orðið svona ákveðin grunnur að því að ná svona ákveðinni kortlagningu á þessum klausturum að því að blasir nú skrúður við þá einmitt gaman til þess að hugsa að Skriðuklaustur átti þá bæði Skrúð og Bjarnarey á þessum tíma. Þannig að það margt sem að sagan geymir í þessu sem að við vitum ekki en getum kannski varpað aðeins betra ljósi á. En við erum sem sagt Valþjófsstaðakirkja eitthvað í samtíma. Já, svo náttúrulega, svo er það akkurat eins og ég var bara að bregða þessum korti af Fljótsdalnum sko, hvernig þessi eignaskipting var. Það er eitthvað sem að mér finnst ekki vera síður áhugavert. Ekki sjá að þetta eru náttúrulega ansið heimild. Jú, gríðarlega mikil heimild sko. Erum við sjáum svona aðeins annað viðmót á þessu. Við erum sem sagt þetta gagnagrunnur sem við erum að vinna þetta inn í sem er vistaður út í St. Andrews og þar erum við að vinna þetta inn í svona lögum þannig að þarna sjáum við hvernig þessar jarðir birtast og svo eru þá ákveðnar upplýsingar sem og myndefni sem við erum búin að setja inn undir hvern punkt. Svo getum við tekið þá inn í þetta líka eitthvað eins og þessar ferðaleiðir mögulega lágu og þá sjáum við þetta og þegar við fórum að gera það að teikna það upp að þá einmitt fórum við að sjá að klaustrið átti jafnvel sem sagt jarðir sitt hvoru megin við einhverja fjallvegi og hafði þá náttúrulega greinilega verið að reyna að kaupa það, hvort að það var sem sagt mikilvægt, hvort að það einmitt skilaði einhverjum tekjum eða slíkt eða allavega tryggði leiðina á milli, það er svo eitthvað sem maður sjálfur sem veit ekkert sko. En inn á svona kort hægt að leggja ýmislegt, við erum búin að setja inn líka í sjálfur sér það sem við höfum af þjóðsagnastöðum og tókum og gerðum að gamla okkar líka leggja eitt lag með að því að nú búið að kortleggja alla mögulega og ómögulega virkjanakosti á Austurlandi líka, þá skelltum við þeim líka í eitt lag bara til að sjá svona, hvar eru þeir að leggjast þá með einhvern svona sögulegum stöðum. Þannig að með þessu móti er hægt að sjá svona ýmislegt og skoða. En þetta
þetta svona eiginlega, já, ég held að bara endi þetta hérna með því að taka ykkur þá kannski hérna aðeins á flug hér yfir. Þetta nú svona svipað og það lítur út í dag, en ég svo það sjáast bara ekki rústirnar, það svo mikil snjór hérna á kirkjutúrunum í dag. Þetta svona sýnir svona aðeins það sem við höfum verið að gera og vinna með þeim í St. Andrews og hérna. Við erum með staðinn en erum svona víkka okkur svolítið út í þessu, þannig að sýndarveruleikinn geti teygt sig helst yfir allt Austurland, vil ég nú. Þannig að við getum svona farið að flakka svolítið og gæjast inn þennan ljóra til landslagsfortíðar. Og þannig að við komumst út úr klausturbyggingunum sjálfum og getum hér svifið til Suðursveitar eða niður á firði og fræðst svolítið hvað það var sem að klaustrið var að ásælast eða hvurslags starfsemi og líf fór fram hér á hinum ýmsu stöðum á Austurlandi. Þannig að þetta Það ekki sett inn á kortið svona verkið greipið sem það hunduð uppgröftunni. Hvað það voru? Við eigum eftir að setja, það sem við erum komið með 3 myndir að töluvert mikið af mörgum gripum sko. Og hérna, og það svona ein hugmyndir einmitt að setja gripina alla inn í klaustur, rými klaustursins og þá getum maður þess að vera með það þannig og við erum farin að setja aðeins inn í þennan sýndarveruleika sko. En svo væri líka hægt að hugsa sér svona gagnagurinn þar sem maður geti gengið inn í sýndarveruleikanum og þú værir inn í klausturrústunum og svo sæjur alla gripina sem fundust hérna svona á ólíkum stöðum og væri svona geti bara svona synt í gegnum það eiginlega. Þetta allt að komast á þann stað í þessari tækni og það er nú svona það sem þetta skemmtilegt í þessu. Heimildirnar fyrir sko leinum eins og yfir jökulum og það bara byggja heimildum eða eitthvað ummerki í náttúrunni. Það er svona bæði, ég er svona að skipta hérna aðeins yfir á þannig að við heyrum þau suður frá og aðrir á netinu og heyri betur hérna í, nei, ekki þetta sem ég ætla að gera, þetta þessu hér. Hérna, svona, og hérna. Það er ekkert alltaf mikið til af þessum rituðu heimildum. Þetta er bara svo langt aftur í tíma. En auðvitað samt alltaf eitthvað sem veitir upplýsingar. En svo snýst þetta kannski einmitt líka bara þetta þegar við förum að leggja saman einhverja svona upplýsingar sem við sjáum og ekki síst að leggja niður á einhverja svona kortagrunna. Og þá getur allt í einu kviknað á einhverju nýju samhengi, sko. Þannig að það er það sem er svo mikilvægt við að ná svolítið betur utan allar þessar minjar okkar sem við þó þekkjum enn í dag áður en að það hverfa eða upplýsingar eða glatast. Þannig að það er svona í og með partur af þessum verkefnum, einn hluti af þessum verkefnum hefur maður einmitt snúist það, hvort það sé ekki hægt að virkja almenning til þess að skrá meira almenning og áhuga fólk og til þess að ná meira upplýsingum og fróðleik inn í gagnagrunna þegar núna getum við getum nota símann sem við erum með í vasanum bara dagsdaglega til þess að taka staðsetningu og taka staðsetningu og meira að segja þess vegna taka orðið þrívíða mynd af rústunum sem við göngum fram á eða vörðunni sem þú getur svo notað inn í sýndarveruleika eða hvað eina sem þú vilt. Þetta er að tæknin öll komin í hendurnar á okkur. Við þurfum ekki að fara með bílfarm af einhverjum tækjum til þess að safna upplýsingum eða eyða löngum tíma í það að vera að teikna upp einhverjar rústir og mæla þær með mábandi eða við öðrum aðferðum og teikna þær upp handverk. Núna getur bara gert þetta með tækninni. Þetta er bara klárt. Þannig að það er líka svona partur sem er svo áhugaverður. Þetta snýst ekki bara að miðla að við getum notað tæknina svo mikið líka til að hjálpa okkur við skrásetningu. En þá fleiri spurningar hér og sal. Þau eru enn á línunni, þau Fjölnir og
og Þorbjörg. Ég ætla að vona að við heyrst jafnvel mér í söður yfir jökul og ykkur hér norður yfir. Já, þetta heyrðist mjög vel og kom vel til skila myndirnar og gaman að þessu. Okkur dreymir þennan sýndarveruleika hér að gera fell og höfuðbólið fell og sýslumannssetrið, að gera það, að fólk geti farið þangað í heimsókn í sýndarveruleikann. Það verður örugglega innan tíðar. Já, vonandi. Þetta er náttúrulega kannski einn merkasti sögustaður Suðursveitar og þar að auki jökullinn náttúrulega tengist svo mikið sögu þessa staðar því að hann leggur hann í raun og veru í eyði með stóru jökulhlaupi. Þannig að það væri hægt að gera það allt saman kannski. Já. Nei, því miður eru þið ekki hérna hjá okkur til að prófa tæknina á eftir, en það eru nokkur tilraunadýr hérna í salnum sem geta brugðið á sig sýndargleraugu og farið með okkur og svifið þarna yfir fjölmur, þar sem við vorum að ganga niður undir hálsatindinum á sínum slóðum. Það er ekkert að spurningum komið inn á YouTube-ið, allir orðnir steinhættir að horfa þar náttúrulega. En nei, það er einhver áhorfendur enn og svo náttúrulega verður þetta þá aðgengilegt líka eftir á. Menn eru nú sjálf líka svo sem bara verða ágætis, þetta er orðin 2 tímar hjá okkur sem var svona kannski það sem við myndum, vissum að við myndum enda í og við höfum kannski ætlað okkur einhverja 90 mínútur. Þannig að ég held að við þakkum bara ykkur kærlega fyrir, Fjölnir og Þorbjörg, og ég þakka líka þeim sem komu hér og líka þeim sem hlýddu á netinu fyrir að hafa verið með okkur á þessu litla málþingi og sem nú fyrsti viðburður hér á Skriðuklaustri á þessu ári. Við skulum rétt vona að það sé bara upphafið á mörgum öðrum sem öllum á langri dagskrá sem við bíðum óþreyjufull eftir að koma hér með, meðal annars í tengslum við þessi verkefni sem ég var að nefna hér áðan. Við þakkum sömuleiðis bara. Þakkum sömuleiðis fyrir samveruna, þetta var mjög skemmtilegt. Takk kærlega fyrir, ekki bara